Við vorum reyndar ekki á pillunni. En við erum það núna. Já, ég á pillunni. Ég verð að vera á pillunni. Já, ég á pillunni. Morgunmat í rúmið. Við drifum okkur bara allar á pilluna. Ég líka á pillunni. Meir pillu? Ég á pillunni. Og svona til öryggis. Þá lít ég hann líka á pilluna. Allt í einni fjölvítamín sem inniheldur öll nauðsynleg vítamín og steinefni. Blátt fyrir kalla og bleikt fyrir konur. Sæll, Þröstur. Sæl, Helga. Það segja menn gott svona eftir jólin. Bara gleðilt ár og bara vonandi verið gott ár. Já, sömuleiðis. Síðast ár var ágætt Já, og þetta verður örugglega betra. enn betra. Já. Herðu, segðu mig, þú ert með ýmislegt sniðugt hérna til sölu Já, í Brimco. ég hef alltaf verið að svona bæta eitthvað við Já, og þetta er náttúrulega grunninn heildsala en enga síður er ég með opið hér frá 1 til hálf 5 á daginn já, og sel fólki sem kemur já, á götunni og síðan er ég að selja líka vítt og breytt. já. Og þú, hvað er það svona helsta, hvað er umfangsmest í þinni starfsemi? Svona helsta eru náttúrulega skeifurnar og rafgeringarvörur, hringgerði, leikgrindur og svo hvað stæðst eru varahlutir og auka hlutir í kerrur, hvað sem hestakerrur, aðra kerrur og bremsuhlutir og annað, þjónusta öllum gerðum kerrum. Þannig að hér koma mjög margir með sín vandamál. Með sínar, já. En grunnurinn er náttúrulega innflutningar á hestakerrum og þekkingin er hvað mest í því, sko. Og þú ert þá bæði að selja kerrur og síðan varahluti og... Já, við erum að selja varahluti, útvega varahluti, við erum að gera við kerrur og síðan erum við eiginlega hættir að flytja inn kerrur, erum að framlega kerrur. Já. Allar gerðir eiginlega kerrum, ekki þó hestakerrur, það er svona rólegt í því. Já. Ég átti nokkra til hérna sem ég hafði flutt inn og það er klárust í haust og ég veit ekki alveg hver staðan verður á því, það er mjög rólegt í hestakerrum. En við höfum snúið blaðin alveg við, þannig að framlega kerrur 90% á Íslandi og sem ég stjórnað bara og eftir mínum hugmyndum og mjög lítill innflytningu, það er mjög óhagkvæmur í dag, sko. Já, og það er maður að skoða náttúrulega inn á heimasíðunni. Já, heimasíðan Brimco.is segir mjög ítarlega þessar kerrur og það er hægt að sjá gerðir og stærðir og hafa svo sambandum og fá sérsmíði að hvað sem er, sko. Já, og síðan eru það skeifurnar. Já. Þær er það ekki svona ódýrari heldur en aðra skeifur á markaðnum? Já, þetta eru sænskar skeifur, þetta fyrirtæki verið 20 ára gamalt í ár og hefur vaxið alveg ofsalega hratt og þetta eru sænskar skeifur með uppslætti og 8 mm og 10 mm skeifur og lagar fyrir íslenska hestinn þetta módel og svo eru mjög önnur módel fyrir ýmsa aðra hesta, arabíska og fleira. Og það hefur fengið rosalega fína viðtakur þessar skeifur og verðin eru í lægri kantinum, sem sagt. Þetta er svona ódýrari skeifur og ég held að sé leitun á ódýrari skeifur með uppslætti á Íslandi. Já, og það er hægt að fá bara hérna á heildsölu verði eða þannig? Það er hægt að fá hérna heildsölu verði og svo fá menn afslátt eða mennur játningamenn eða endursöluaðilar og svona, það er ákveð stíg í því bara og ef menn kaupa 10 ganga meira þá fá þau 10% afslátt og svo framvegis á sköflum líka og annað. Segðu mér líka, þú hefur verið að selja óbúslega mikið af þessum hringgerðum. Já, þau eru rosalega vinsæl. Þetta er svona fjölnótagrindur sem að þú setur í hring, þetta er svona festar saman með keðjum. Já, sín okkur kannski. Og hérna, þetta eru svona grindur sem er 1,70 x 3. Þau eru festar saman hérna með keðjum, það er mjög einfalt að setja þetta saman. Mjög einfalt að taka þetta niður bara og 10 metra að setja gerði upp og 10 metra að taka þetta niður. Svo getur við notað þessar grindur þess vegna í annað og getur við notað í aðhald eða taka ferningbóks til að taka hross eða svona stýringur inn á kerru eða jafnvel og svo eru kúabændur líka að nota þetta inni hjá sér og kringu kýrnar eitthvað. Þannig að þetta eru mjög fínar grindur og sem eru með þetta inn í reiðullina á veturnar
og svo sumrin úti. Já. Þannig að þetta er eiginlega alveg ómissandi fyrir hestamenn að vera með svona, er það ekki? Já, ég veist að ef maður væri með svona aðstöðu þá er ekkert vit í öðru heldur en að fjárfesta í svona gerði, því þetta er bara hnakkverð á svona einu gerði. En hvað þú getur gert mikið með því að vinna í hestunum inn í gerðinu og líka kringu það. Já. Og þetta er alveg rosalega fínt verkfæri. Já, ómissandi fyrir það sem að hugsa út fyrir bóksið. Já, þetta er heit galviserað, grindin sem slík þessir er eftir 40 kíló. Já. Þannig að þetta er ekkert bákn og annað. Já. Festist mjög saman þegar búið að læsa þetta saman með keðjum. Já. Og þetta er eins og segir rúnaður, svona prófíll, flatur og rúnaður hérna. Já. Þannig að þetta er á að vera hættulegt og maður ríður utan í þetta og fleira. Já. Og hvergi kantar á þessu og annað. Já. Þannig að ég held að það sé ekki takt að þessu sér svona betri vöru. Nei. En svo svona spurningi hvað fólk vil bara hafa gerið stórt, það getur keypt sér 12 metra þarmál núna og svo getur það bara bætt einni 2 grindu við og stækkar hringurinn eða þannig. Já. Þannig að þetta er svona einfalt að stækka og minnka. Já. Getur haft 10 metra þarmál inn í hlöðu og 12 metra úti. Já. Þannig að þetta ræða þessu bara eins og vel. Já, nákvæmlega. Og síðan er eitthvað meira til hér? Já, síðan er ég náttúrulega með ýmis hófvillefni, játningar, verkfæri, hófbotna, leðubotna ameríska sem eru rosalega vinsalir. Þykja alveg einstaklega sterkir og góðir. Nú síðan er ég með náttúrulega fjaðrir frá þessum samanskipnaframleiðendum. Slimfjaðrir hér sem kom í fyrra. Já. Sem að eiginlega yfirtekja alla sölur, hann er bara 80% af sölur var þessar slimfjaðrir. Það eru nefnilega orðnar yfirleitt alveg rándýrar þessar fjaðrir, er það ekki? Og þú sér að verði hér 2890 á 250 stykkjum, sko. Já. Sem þykir nú mjög gott að koma fjaðrum. Já. Svo er ég með skafla, svo er ég hérna með þessa geysivinsölu hóbotna. Já. Sem er bæði dempun fyrir hestinn. Já. Og svo er hérna pulsa sem hendir út snjónum. Já. Þannig að hesturinn kemur alltaf hreinn inn og hann safnar ekki hófinn. Já. Og ef þetta hugsa kostnað við spæni eða spánarköggla og fleira þá þetta svona ákveði sem að getur dregið úr því að hjálpa við það. Þeir kom ekki alveg fullir af snjó. Já. Þannig að þetta er mjög sniðugt og er svona ákveðin, kostar ekki nema 950 krónur þannig að þetta er svona ódýr krans eða ódýr dempun svona. Já, já. Þannig að síðan er ég hérna með vöru hér til dæmis fyrir spónarkögglana. Já. Sikta út. Til þess að sikta út hérna, spes hönnun á þessu til þess að það og ýmis svona hluti sem ég er með. Ég er náttúrulega, eins og ég sagði þér, með rafgýringarvöru sem er náttúrulega ekki tímastákn í núna kannski. Nei. Og síðan er ég hérna með hliðgrindur sem eru stækkanlegar, alveg upp í 6 metra. Já. Og brynningatæki, brynningaskálar. Svona hliðgrindur geta bara verið bæði bara á girðingar? Þetta getur bara verið í gerðinu sko, bara þess að loka gerðinu. Margir keyptu þetta sem meter, getur stækkað í 1,70. Já. Notar þetta til þess að hérna labba inn út úr gerðinu, lausna á því. Betra í staðin fyrir keðjurnar? Svo er ég með hérna, þetta er svona, svo er ég hérna með alls konar svona fötur sem dæmi. Já. Og þú hengt þetta á grindina þegar þú ætti að gefa fóðbæði. Já. Þú ætti ekki að hafa þetta alltaf inn í hestinum, allan sólarhringinn, heldur bara tekur þetta af þetta búi. Já. Með ýmis svona og hotstalla og fleira sem þetta fyrirtæki selur. Já. Nú síðan er ég hérna með þýska nakka. Þýska nakka, já. Frá Sommer fyrirtæki, stór fyrirtæki. Já. Sem er framleiðir fyrir flestar tegundir hesta í heiminum. Já. Og allar gerðir og þetta er sérhannað fyrir íslenska, hannaða af þýskum nöfnum. Já. Og heita hérna íslensku nöfnum, Egill og Edda og eitthvað svona, Egill Tölt. Já. Og hérna hann er ég svona aðeins að byrja á því. Já. Hvað er verðið á svona hnakk? Svona hnakkur á 279.000. Já, með vaski? Með vaski, 249 og Edda hérna niðri. Já. Og hérna þannig, svo er þetta.
það leita ykkur að tilbúa. Já. Nú síðan ég náttúrulega svona ákveðið djást hjá mér sem ég búin að vera með lengi náttúrulega Woodybed. Já. Sem alltaf vinsælla og vinsælla. Já. Þetta snilldavara. Snilldavara og fólk að taka allt upp í 40 gáma að þessu, stóra stöðar. Já. Og þannig að í bókanum 13,6 kíló. Já. Ég sé líka aðra vörur, reyndar ekki Woodybed sem 1000 kíló, svona sekki sko. En þetta langt besta vara. Já. Þetta vara sem ég get alveg sko mælt. Þetta svona bensín í þessu. Já. Og en þetta kostar náttúrulega svolítið peninga en það líka gott. Já. Og það spurning þetta dugir. Það dugir vel. Já. Og þegar fólk búið að ná laga á þessu þá þetta alveg, það vill ekki annað sko. Nei. Þannig það málið, það alltaf að koma fleiri og fleiri svoleiðis sem búin að pröfa þetta. Já. Og vilja bara ekkert meira eftir að kynst í. Já. Og en svo alltaf einn og einn sem næri ekki laga á því. Já. Ég búin að nota þetta alveg, það þess vegna ég hérna. Já. Til að ná í meira. Já, þetta alveg einstök vara. Já. En hún til þess núna bara akkurat núna þessari stundu, þá þetta bara síðasti bókin. Já. Og meira væntanlegt núna bara eftir næstu helgi. Já. Og þá kemur fleiri gámar. Já. Nú síðan náttúrulega með þjónustu eins og spænir sem honum dýr, sko, svona innfluttu spænir. Já. Ég hef verið mikið hér, selja hér olíu. Já. Sem mjög gott efni til þess að fita hesta. Já. Og einstaklega góð vara og þetta 5 lítra brúsar. Já. Selt mikið af þessu, þetta svona hættuminna heldur en marga vörur. Já. Og gefur aðeins svo mikið af þessu þá þetta bara orka. Já. En við erum náttúrulega að vera að brúka hrossið og fleira en það fljótt að breytast í hárafæri og fitna og annað þessu. Já. Þannig að þetta einstakt og mikið betra efni en margur grunar sko. Já. Nú þá nú svona síðan kerrudeildi mín sem ég var að segja þér frá þjónusta kerruborðar bremsuborðar og allar hér kúlutengi lokur á kerrur og ljós og allt þetta. Já. Svona lokur aftan á sem menn verður náttúrulega að hafa í lagi. Já. Og svona nefjól framan á kerruna. Já. Og fleira. Já. Þá þetta sjá nú svona upptalið. Búin að taka hringinn svona helsta. Já. Þetta svona rafgerðingavörur. Þetta svona náttúrulega bara randbeitastöður og bremsubarkar. Já. Kerrudekk. Já. Og alls konar svona fóðurstallar. Já. Bretti. Já. En ég held að þetta sé nú svona upptalið. Já. Og síðan það bara heimasíðan, brimco.is. Brimco.is, já. Og hægt að hringja líka í þig, alla tíma sólarhrings. Já. Svona nánar. Já, og senda mér e-mail ekki verra, sko. Nei. Fá verð og eitthvað eða annað á heimasíðunni. Já. Þannig að það alltaf í þjónustu reiðubúinn, sko. Já. Nú allavega margir að taka inn og örugglega margir sem þurfa að fara að byggja sig upp. Það bara alveg rosalega straumur verið núna, bara fólk hefur verið að taka inn fyrir jólin. Já. Það verið alveg ofsalur mikið að gera. Já. Og ennaði, fólk ennþá náttúrulega hrúa inn, sko. Já. Fólk svolítið seinna held ég að taka inn núna heldur en var í fyrra. Já. Það svona maður sér það, en það alveg komið rosalega gangur í þetta núna. Já. Þetta fyrir að lifna við núna. Já. En bara kæra þakkir fyrir að leyfa okkur aðeins að sjá hvað þú hefur upp á að bjóða. Já, takk fyrir komuna bara. Við erum alltaf velkomin. Já, takk fyrir. Já.